mættir hér í stúdíóið eftir, langt og gott sumarfrí. Auðun Blöndal heiti ég og, hilsa ykkur á þessum föstu degi og beint á móti mér situr eitt og allra harðasti DJ Muscleboy, hann svona kallar þessa dagana, Egill Einarsson, verður velkominn. Hvernig ertu? Ég gæti ekki verið betri. Þú endur nærður eftir fríið? Já, eftir fríið. Kallast þetta frí? Við fórum hérna 6 fertugi kallmenn til Mallorca, svona sem menn okkar aldrei gera. Það var kósi. Það var viðbjöður og svo var ég bara að horfa á DFT í rigningu. Þetta kallast ekki sumarfrí. Skárra en að vera hangað í eitthvað ljósastur, berjandi eitthvað drast með hamarðun. Já, þetta er alltaf kósi að vera í sumarfrí, það er ekki það. Allsbjörn upp í sófa og King of Queens. Nei, ég hendi mér í stuðbuxur og ból en virkilega gaman að horfa á bara góða þætti í rigningunni. En það er samt ömurlegt að vera í sumarfrí og geta ekki kíkt niður í bæ, kannski lunch og eitt kaldan í sólinni. Þú sást fyrir þér liggjandi bara í grasinu í garðinu heima og það að tana. Já, það er ekki bara eins og ég gerði fyrra. Ég var mikið í garðinu með fyrra, það var að grilla og svona, ekki það, ég er ekki duglegur að elda, mér finnst gaman að grilla. Ég er ekki búinn að grilla einu sinni í sumar. Samt var ég 5 vikna sumarfrí. Hvað gerðu til að verðskulda þetta sumar, án gríns? Ég veit ekki bara við Íslendingar í heild. Ég vil líka Jesú, sem bæðið með allt niður úr sig. Jay-Z vinnuðinn að uppi. Hann að skýta á sig núna, það bara þannig. Mátt samt ekki tala svona hann. Já, hann að skýta á sig. Hann ekki bara eitt sóladagi sumar. Þá vil ég bara Jesú, auðvitað hlusta, 2014 sumrið, ekki einn reytingadag. Það þarf að vera eitthvað rosalegt. Já, ég bara sól. Bara júni, júli, ágúst, sól. Bjarga geðheilsumanni þetta sumarið, það eru íslenskar stelpur. Það eru ekki bara fallegastir í heimi, heldur í að það er hæfileikaríkustu líka. Anita bara setur verður heimsmeistari. Hvað var þetta ekki, 800 metra hlaupi? Ég horfði á það að vísi, það var magna. Já, alveg athlete. Já, og svo eru stelpunar okkar bara komnar í 8. úrslit í Svíþjóð. Og óskaði þeim innilega til hamingju með það þvílíkir snillingar. Það var að pakka saman sem Svíum næst. Já, ég er búinn að horfa alla 3 leikina, þetta er hrikalega gaman að fylgjast með þeim. Og það er leikur á sunnudaginn og það er eitthvað að hlustundum eða horfðu ekki hann. Svíarnir er líka búin að ákvæða sem búin að vinna, sko. Já, það var bara eitthvað grein í Aftonbladet að þeir eru konur í undanúrslit. Já, bara byrjar að fagna. Ég bjó líka í Svíþjóð í 1 ár. Þeir eru nískir og leiðilegir, þannig að það væri ekkert verra að taka þessu sænsku kjötbollur og pakka þeim saman. Það er pökkuð saman 100%. Já. Því líka er það sko ef að Hannes leikstjórinn okkar, Aldós, Hennes og Gunnleifur Gunnleifsson, mágur þinn. Þetta voru 2 uppáhalds íslensku markmennindi mínir. Já. Bara svona ef einhver sagði mig hver uppáhalds íslenski markvörðin. Erfitt að velja á milli, Hannes eða Gulli. Já, þeir með að geta þessum úti frís. Það er Gugga sem er uppáhalds íslenski markmaðurinn minn. King Gugga. What a human being. Hún var að verja bara. Hún var bara svo Buffon í markinu. Hún er bara að taka hann upp í vinklinum og hún er bara eins og Gordon Banks þarna niðri. Hún getur bara í markinu og fylki. Já, ég meina, Hannes og Gunnleifur, þeir með bara ræða mig þegar þeir drulla sér á stórmót. Þetta er bara, þeir eru konur í 2. og 3. sæti, sko. Það er Queen Gugga þessa dagana og alla stelpunar í íslenska landsliðinu. Það er að standa sig vel og það er að fá pepp hérna. Það er að fá pepp frá F95 blöð. Það er ekki eitthvað til að kveiki í þeim fyrir svetan. Ef að 2 harðir eru ekki að keyra þær í gang fyrir þessi 8. úrslit, þá getur það enginn. Það eru alla núna inn í herbergi að hlusta á okkur og það er bara stelpur að heyra þetta. 2 harðir að gefa okkur pepp. Ef ekki bara fyrir þjóðuna, hvernig þá bara fyrir þjóðuna? En við erum æðislega þáttandikur í dag, kæru hlustendur, enda helferskir eftir gott frí. Það eru fastir dagskrárliðir á sínum stað og svo er líka nýr dagskrárliður sem að eigum ekki að láta hann koma pínu óvart nýja dagskrárliðina. Ég vill eiginlega ekki kynna hann því að það er svona skemmtilega að hann bara dett inn. Já, hann dettur inn. Þú ert með spurt og svara, þú ert búin að dælast á því spurningar. Sko, máli ég er búin að fá, ánast að íkja 1957 e-mail. Akkurat. Allt spurningar. Trúið, akkurat. Það er bara þannig. Og það er eiginlega ómjögum að vera í dag. Þeir þurfi ekki að neina ráð að gera því. Þetta verður veistla frá fyrstu mínútu. Ekki láta þetta sumar færi pyrrunnar á okkur kæru hlustendur. Nei, við höfum líka ekkert að vera væluð. Það er bara að hafa þetta. Já, 2014 verður rosalegt. Já, og FM95 blöð konur úr sumarfríi. Það bara strax gerir helling. Talandi að FM95 blöð séu konur úr sumarfríi. Þið með búast við að heyra þetta lag næstu daga. Ekkert einu sinni, ekki tvisar heldur. Justin Timberlake og Jay-Z með Holy Grail. Það er með Justin Timberlake og Jay-Z að syngja og þetta er Nirvana og minnst á Michael Jackson. Það var mjög líklegt að Auðun Blöndal muni fíla það lag. En samt er flókið að keyra tempóð hans upp í þessu lagi. Keyra tempóð? Þetta er rólegt. Hættu þessu, þú fær stuðlaði eitt og eftir. En það er eins og komið að slúðri hér í FM95 blöð. Læsilegt. Já, ég er með fínasta slúðupakkan. En þú vildur reyndar alltaf hafa hann íslenskan. Ég elskar íslenslúður. Já, ég Ertu með eitthvað íslenskt í dag? Hvað segirðu? Ertu með eitthvað íslenskt í dag? Já, náttúrulega við gætum, ef þú vilt fara íslenskt slúður, þá eru, 2 kallmenn hérna á Íslandi. Það er ekkert margir kallmenn sem fá mig til að efast kynhneigð mína. Nei. En ef það er einhverjir 2... Ég og okkur fleiri. Þú? Nei, ég hef aldrei verið af gagnkynhneigður og 3 í kringu þig. Ég og hver? Þú og hver? Þú ert ekki þar. Hvað þú aðra að tala fyrir utan mig?
Ryan Gosling, það verður bara að gefa honum, það er myndalögu maður. Já, hann er mjög huggulur. Já, hann er mjög huggulur, og góður leikari, svalur, en ekki þá, veist, ég er ekkert að fara að reyna við hann, en hann er á landinu og búinn að vera hérna, fara og koma aftur, en veistu hvað með honum í vélinni hérna á leiðinni til Íslands? Harvey Specter úr Suits, sem er bara uppáhaldskarakterinn minn í sjónvarpi í dag. Já, hann er töffar líka. Ég eftir að horfa Suits. Töffar. Hann er grjótharður, Og byrju, Þannig að þeir tveir eru bara skottast hérna Reykjavík. Hvor möntu skotnar í? Ég er ekkert skotinn. Ok, ég veit, þú sagðist, veist þú ekki, samt þú ekki. Já, bara, þetta eru myndalegin menn. Það er alveg hægt að viðurkenna það og maður sé gallmaður, Já, ef þú væri bara, væri samkynniður í dag, bara allt í einu, þú ert bara ekki lengur gagnkynniður. Og þeir eru báðir hérna bara, hey Blondell, veldu mig. Hvað er þetta með þig alltaf að fá að vita hvaða kallmannlið myndi að sofa hjá? Af þessum tveim þarft að velja Harvey Specter eða Ryan Gosling. Þú elskar það báða? Já, þetta er bara eins og að spyrja hvort viltu sofa hjá Steven Seagal eða John Bon Jovi. Það er ekki hægt að svara sem spurningum. Steven Seagal? Hefur síðan nýlega? Já, síðan nýlega. En hérna... Tóð formi. Ok. Þeir eru báðir rosalegir. Ég held með þess að stelpunar hér á Íslandi ætti er með að svara þessari spurningu. Það er myndalegi menn. Það ekki meira í Gosling samt eða? Nei, Harvey Specter trúðu mér, hann er mjög vinsæll. Já, hann ást eftir að henda sér inn í The Movies. Já, reyndar. Hann er bara í... Þú ert ekki búin að horfa á Suits. Nei, þá veist ekki hvað það er. Nei, hann að... En Suits þeir eru að verða rosalega vinsælir. Suits-fan er ég og svo er komið nýr þáttur sem er að bjarga blöðmannum alveg þessa dagan í rigningunni. House of Cards, þvílík veislan. Það er ekki séð aldur. Það eru góð þættir. Veldu bara annað kvot, svo getur farið næsta slúðupakka. Hvernig ég myndi vilja vera með þegar ég væri samkynniður? Ég veit það ekki. Eitt kvöld. Já, bara... Veldu. Já, ég myndi bara kasta upp á það. Nei, Auðun. Þú er svo lítið barn núna. Þú veist alveg hvað þú vilt. Það er ekki ég sem er svo lítið barn hérna núna. Þú veist alveg hvað þú vilt. Nei, ég sverða, mér finnst þið báður rosalega svalir og ég hef ekkert spáð í þessu. En ef að huggaði eitthvað, skal ég bara segja Ryan Gosling, ef það svona hjálpaði eitthvað í gegnum daginn. Takk. Annars slúður, ég með George Clooney, hann er á lausu og það var verið að taka viðtal við Stacey Keibler, sem er fyrrverandi kærastan hans. Og hún vill ekki meina að þetta sé að því að hún vildi gifta sig, en samkvæmt fréttum að utan, þá vill George Clooney ekki gifta sig. Hann er engan áhugaði. Nei, en hún sagðist alls ekkert að vera að setja neitt þrýsting á hann hjónaband. Hún var að því, sko. Nei, en veistu hvað slúðurpressan úti segir? Hún segir að hún hafi verið að halda fram hjá George Clooney. Stacey Keibler? Já. Með hverjum? Ég veit það ekki. Það nákvæmlega, með hverjum, eða út með George Clooney. Það var bara tveir sem út í greina. Matthew McConaughey eða Ryan Gosling. Já, eða Harvey Specter eða Steven Seagal. Eða Paul Walker. Þetta eru fjórir hérna. Paul Walker, það er reyndar... Úr Fast and the Furious. Já, hann er mjög myndalur, reyndar. Ef það er ekki einhver af þessum, þá er hún með allt niður úr sig. Þegar hún er með George Clooney. Ég veit það. Ég held fyrir utan það, þá er hann með grátt í vöngum og myndalur. En ég held að hann sé ógeðslega skemmtilegur líka. Já, hann er fárlega skemmtilegur. Svona maður sem ég væri til að fá í ammali hjá mér. Stacey Keibler er allt niður úr sig. Já, en þau allavega eru hætt saman en hún segist ekkert að vera þrýst á hann með brúðkaup og talandum brúðkaup og þá hefur líka hann Michael Bublé sem er frábær söngvari. Hann ætlar aldrei að syngja aftur í brúðkaupi og hann segir að hann fái 100 beiðnir á dag að koma að syngja í brúðkaupi og það frá ríkum mönnum allan heim. Hann hafi bara engan áhuga á því og syngur ekki einu sinni í brúðkaupum vina sinna. En viðurkennir svo hér í viðtalinu að ef að vinir hans ná að fylla hann í brúðkaupunum og þá hendur hann sér upp á svið og tekur 2 lög. Já. En hann vann fyrir sig sem wedding singer áður hann var svona súperstjarna. Hann uppgötaðist í brúðkaupi. Hann er komið leið á að syngja í brúðkaupi. Þá hann bara að bera verðingu fyrir því og halda áfram að syngja í því. 100 fyrirspurnar á dag, kannski fullt mikið, sko. Já, en það er líka, málið er, ef þú ert söngar eins og Michael Bublé og Sverrir Bergman, ég oft rætt þetta við hann, það er eitt til dæmis ef ég kem í brúðkaup og hefur brúðkaupi á bæði vinum mínum og svo er maður bara mætt sem leinigestur eða eitthvað, að skemmta í 15-20 mínútur, reyna að vera fyndin, það er 10 svona erfiðar heldur nú ert með bara frábæra rödd og kemur hann og syngur eitthvað 2 lög, hversu flókið er það? Það er ekki flókið. Nei. Það syngur, bara til dæmis eins og Sverrir Bergman, hann ofta eitthvað grenjandi, eitthvað stressaður ef hann sé að fara að syngja eitthvað í brúðkaupi. Vá, hentu bara í Bed of Roses og salurinn trublast. Syngdu bara. Þetta er ekki flókið. Video Game Boy, syngdu. Já, nákvæmlega. Það er flókið. Það er Paul Rosencrantz, sem er liftingafélaginn í sporthúsinu, sem er orðin, by the way, bodybuilder í dag. Páll Rosencrantz. Hann er á lítla kjötaðar. Já, Páll Rosencrantz fyrir 5 árum var bara grannur með bumbum allt niður sig. Drekkandi bjór. Í dag er hann nýþröngum hlýraból, kom með byssur og fann öskra í hverju lift. Ég hef ekki sé ermar á bólnum hjá hann síðan hann byrjaði að mæti ræktina eftir að hann kvættaði svona upp. Hann hættur að vera í, hann er bara hlýrabóla. Ég menn akkur að vera með ermið þú út með svona byssur. Svona vinna fyrir þessu og sýnir þetta, það er bara
Hann er í þvílíku standi. Já, toppstand. Það er bara, hann líkt líka með okkur félögunum, sko. Það er grjótart. Þetta var slúðurpakki dagsins. Við ætlum að fara hér í örstutt skilaboð og svo er það nýr dagskrárliður eftir örskamastund, spurt og svarað og meira góðgæti, þannig ekki voða ykkur að skiptum stöð. Þetta eru grillveðurfréttir Egils appelsín. Grillveðrið. Ef það er eitthvað sem þetta sumar hefur kennt okkur, er það að það getur verið dúndur skemmtilegt að grilla í smá regni. Fínt hitastig á höfuðborgarsvæðinu helgina, svo út með grillin og upp með reglífarnar. Fólk á Norðurlandi, við erum að tala sokkabuxur, nælon, blíða, þar, grillstöðull 1,1. Sendum svo grillaðar kveðjur á Lunga á Seyðisfirði, þar sem grillskilyrði eru með besta móti. Góða stundir. Það er Egils appelsín sem færir þér grillveðrið. Ekta íslensk upplifun. Þeir sem eru skráðir til leiks í áskorandaleik Orkunnar auka líkur sínar á því að komast í vítaspyrnukeppnina gegn David James með því að kaupa eldsneyti eða veitingar á einhverjum af okkar 67 orku- og sélstöðum land allt með kortum og lyklum Orkunnar og staðgreiðslukorti Skeljungs í júlí og ágúst. Orkan. Pepsi Max kynnir. Will I have boobies like mommy's? Ef þú hélst að partíð væri búið, þá skjáttlaðist þér hrapalega. Look at her. Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock og Salma Hayek. I can't believe we used to jump off. Í skemmtilegustu mynd sumarsins, Grown Ups 2. I was inside you! Frumsýnd á miðvikudaginn. Pepsi Max og Túborg léttöl kynna í samstarfið N1 og Lenovo. Þjóðhátíð í Eyjum, 2. til 5. ágúst. Stuðmenn og sálin verða á Þjóðhátíð í Eyjum. Náður í mið á dalurinn.is. Þjóðhátíð í Eyjum. Lífið er yndislegt. Túle kynnir. Guðni Tór er með útgáfutónleika af plötunni 10 Songs, föstudaginn 19. júlí næstkomandi. Hljómsveitin lofar einstöku stuði, partí, rock og rolli ásamt nokkrum krútballuðum. Partíði hefst klukkan 10. Endilega láttu sjá þig á gamla Gauknum 19. júlí næstkomandi. Vinstri, hægri, vinstri, hægri, vinstri, hægri. Ok. Fylgstu með Pétri Jóhanni undirbúa sig fyrir Reykjavíkurmarathon Íslandsbanka á Facebook. Við bjóðum góða þjónustu. Íslandsbanki. Þarna er ein, og þarna, og þarna, og enn ein þarna. Þær eru bókstaflega út allt. N1, meira í leiðinni allt land. Vikutilboð alla daga vikunar milli 10 og 2. Kynntuðu málið á Facebook síðu okkar, Ísbúðin Háaleiti, Garðabæ, Kringlunni og Smáralind. Taktu þátt í gulltappaleik Pepsi og Pepsi Max. Safnaðu 6 gulltöppum. Draumaverðlaunin eru ofurþund 55 tómur Samsung Smart 3D sjónvarp og 7 tómur spjaldtöla frá Samsung-setrinu. Yfir 1000 aðrir vinningar í boði. Gulltappaleikur Pepsi og Pepsi Max. Útbúðu þig vel fyrir útivistina. North Face, Mindl, Deuter og fleiri fyrstaflokks útivistarmerki færð þú í Útilíf. Úrvalið er í Útilíf. Pepsi Max kynnir. Will I have boobies like mommy's? Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock og Salma Hayek. I can't believe we used to jump off. Í skemmtilegustu mynd sumarsins, Grown Ups 2. I was inside you! Frumsýnd á miðvikudaginn. Taktu flugið á þjóðhátíð frusið fjör. Ég veit þú kemur annað væri aftur för. Taktu flugið á þjóðhátíð í ár með flugfélagi Íslands. Óvænt útgjöld setja oft strik í reikningin. Hjá Hraðbeiningum getur þú fengið lán hratt og örugglega. Við hjálpum þér að brúa bilið. Hraðbeiningar.is. Drullu gaman á daginn og stanslaus stuð á kvöldin. Skemmtilega fólkið ætlar í Mýrarboltan. Skráðu þig á mýrarbolti.com. Já, þetta kallar á Karlsberg. Léttöl. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. And I'm eating at the beat like it gave a little speed to a great white shark on show. Og harða á föstudegi, FM 95 Blö, konur úr sumafríi. Ná, hér með 19. júli og við Egill í Fantafjöri. Takk hérlega fyrir að hlusta þennan föstudaginn og vonandi hafið ég gaman á og við.
Nó framöndan, sturla staðrendir, ég er náttúrulega ekki búinn að vera með þær bara núna í 5 vikur, þannig að fólk eru vel sturlaðir í dag, eða ekki? Já, það eru mjög góðar, mjög fínar þetta. Eitt sem við verðum að fara í, blöð, verðum að fara í það. Hvað? Verðum að tjekka hvað er að gerast með... Þurftu að svara það? Nei, það er á eftir. Við verðum að tjekka hvað er að gerast með Brian Ecclestone. Brynjar Már? Já. Þú ert með Brynjar Már á heilanum, Egill. Ég er ekki náttúrulega á heilanum. Já, ok, hvað er nú, er eitthvað... Ég er bara huge fan. Já. Hann er að taka yfir Flórida. Nei, hann er ekki að taka yfir Flórida. Jó. Við vorum búin að tjekka þér. Við hindum eitt stað. Já. Við fundum einu manneskju í Flórida sem vissi ekki hver Brian Ecclestone. Já, ok, og hvað okkur þurfum að fara í Brian Ecclestone eða Brynjar Már? Út af því ég erum ekki tjekkað á honum í meira mánuði, eða í 2 mánuði eða eitthvað. Já, þetta sumarfríinu? Já. Sko, ég var að fara á Facebookið þess. Já, ok, byrju allir að opna mitt hérna líka. Og hvað er að gerast með Brian Ecclestone? Þetta er opna þetta hérna. Þetta er okkur mestar meistari sem við Íslandingar eigum. Já, ok, það er Brian Ecclestone. Já, hvað er að gerast? Út af því, og það var alltaf, mannstættir hann var átti í badn, eða þú veist, hún var ófrísk, Anna. Já, voru einhverja fréttir, sko, það er að skemmtilega hjá, sko, Brian Ecclestone og hvað heitir hún áttur, Anna Kristín Ecclestone, að þau svona fara í skemmtilega leiki. Já. Þegar það er eitthvað stórt að vera að gerast í lífið þeirra, þá henda það á Facebook, ok, þessi dagur mun breyta líf okkar. Halda fólki á tannum. Og maður er bara svona, herru, ok, býtu hvað er það að fara að gifta sig? Við fórum í veðmálum daginn og ég vann. Já. Ég vann, mástu? Já. Þú vannst. Það voruð að gifta sig. Ekki minn mann, Brian Ecclestone. Já, og það er barn á leiðinni. En já, það er barn á leiðinni og konar þessi komin einhver vik á leið. Nei, þá verður það ekki búin að setja sónarmynd inn, Egill. Einhverja 2 vikur á leið. Já, veistu það ekki miklu, sko vik á leið og bara sónarmynd á Facebookið þeirra. Leif maður lesa síðan statusin. Ég hlakka svo mikið til að fá litlu prinsessun okkar í heiminn. Það er ótrúlegt hvað stuttur tími getur verið lengi að líða ef maður er að bíða og hvað langur tími getur verið liðið fljótt ef maður er ekkert að bíða. Góða punktur. Eftir síðasta sónar kom reyndar í ljós að Brianna Heaven er greinilega líka að bíða eftir því að komast út því hún er að fullu að brjótast og sparka í mömmu sína. Það styttist í að hún fái söng og sögur í bumbunni. Síðan takkar hann Anna Kristín Ecclestone Anna Kristín Ecclestone, hann takkar hann að tvisvar. Það er það sem hann gerir. Hann er rúlar hann. Flesti takka, þú takkar mig á Facebook, takkar mig mestalega einu sinni. Hann takkar hann að tvisvar. Hann bæði takkar hann og setta hann að Brianna Heaven. Hann er búinn að skýra hana og hún er ekki fædd. Hversu rosalegt er það? Ég þekki engan. Nei, sem er búinn að því að skýra áður en að krakkin kemur. Ég þekki engan. Nei. Flestir vinir mínir er svona sem hafa einhvers börn. Það er bara svona, hvað heitir the babyið? Það kemur ljós fyrir setna. Og hvenær? Löngu búið að eiga, sko. Já. Krakkin heitir Brianna Heaven, hún er komin 1 viku á leið. Nei, ok, sko, hérna, ég fór nú, fyrst þú ert með hann hérna vinn okkar að heila, þá fór ég hérna og skrólaði niður síðan hans, hún er, sko, 11. júli, þá voru 17 vikna gömul. Ok. Og það er líka, Egill, hætt að vera svona vitlaust, það setur engin sónarmynd bara eftir 1 viku. Þú veist, bara, nýtum að gera það bara. Þetta er læknir hún að það? Nei, ég bara, með heilbrigða hugsun, Egill. Jú, fólk býður oftast í, sko, 3 mánuði, hérna, en 11. júli þá sett hann inn with Anna Kristín Ecclestone, hann Brynjar Már, náttúrulega takkar hana reglulega. Já, takkar hana. Takkar hana einu svona tvisvar? Tvisvar, nei, bara einu svona. Nei, og aftur hérna, það er rétt, tvisvar. Já, þetta er svo mikil meistari. Hörðu, ok. Ég þarf að fara að taka þetta, hann er að tvítaka. Hann tvítakar. Það er rosalega. Hann er pistur sem byrjaði með það. Já, ok, þannig að hér eftir, ef það er einhver að úti að hlusta sem að mér þykir vænt ef við tvítaka ykkur, þá eru þið einstar hringja. Það er bara nýjasta. Já. Ok, hérna, with Anna Kristín Ecclestone, fenguð á hreint í dag, við hefum von á lítilli prinsessu í heiminum, miðjan desember. Þessi litla prinsessa heiti frá og með núna, sem sagt, hún var skýrð 11. júli, Brianna, sem er mitt nafn og önnunafn sett saman í eitt. Wow, býta þess. Wow. Þannig að hann tekur Brian já, og Anna. Brianna. Við líkur meistari. Ertu að gera þetta? Þetta er eins og, býtu, hvaða stúlku get ég byrjað með og gert eitthvað svipað? Rún eða eitthvað? Auðrún? Nei, ég veit ekki. Þetta er ekki hægt. Hvað getur þú verið í? Egill og segjum eins og Guðrýður, Eyríður. Það er enda gott nafn á dóttir. Eyríður? Það er ekki lægi með þig að Það er að blata saman Egill og Guðrýður. Nei, ok, hérna, þau eru sem sagt, ástæðan fyrir hún heitir Brianna er að þau eru að taka alltaf 2 nöfn og setja í eitt. Það er alveg hvernig sniður. Þetta setja í hug. En svo setur hann Heaven, af því þau náttúrulega búið í Bandaríkjunum.
Brianna Heaven Ecclepen, sem þetta mjög fallin það. Við erum svo ótrúlega spennt. Þetta verður ekki superstjárna. Brianna Heaven Ecclepen. Já, ég menn hún strax með nafni. Þetta superstjárnum nafn. Já, ok, ég til dæmis ekki superstjárn í Bandaríkjunum. Ég get actually farið upp á pappa og mömmu og sagt bara, hvað, helst það Auðun Blöndal eitthvað þægilegt fyrir kanan að segja? Já. Þessi getur ekkert sagt. Nei, Brianna Heaven Ecclepen. Já. And performing her brand new single, Brianna Heaven Ecclepen. Já, þetta bara, það búið að stórstjarna. Það 100%. Já, vitið það, og ef þeir eru tvítökuð, þá það alvöru. Hann byrja alltaf með svona trend. Já. King Brian Ecclepen. Hann rosalur. En það komið að næsta lagi, áður við förum í, ekki svo spurt á svara hjá eitthvað? Jú, hvernig förum við það, félagarnir? Lagið sem ég ætla að spila núna, það í miklu uppáldið á mig líka, en þetta svona lag sem að ég búin að kalla í sumarfríinu mínu, Guilty Pleasure. Veistu hvað það er? Já. Það svona lag, maður á ekkert að vera viðurkenna að maður fíla þetta. Þú einn heima að skammast þín. Nei, alls ber að hlusta á þetta. Nei, þetta er ekkert endalega eitthvað í þingunni, ég þarf ekkert að vera lítið í mér. Ég seti þetta á kvöldin bara ef ég er á Facebook eitthvað. En svona ástæðan fyrir þetta heitir Guilty Pleasure, maður á ekkert að vera flaggað í maður fíla þetta lag. Já, kennitinn. En ég ætla að hlaka til þetta hvað þetta er. Já. Þá er þetta svona Guilty Pleasure, ég fíla þetta lag. Svona rólegt og kósí eitthvað. Áttu eitthvað svona Guilty Pleasure, Egill? Lag sem að svona setur á en ert ekkert að viðurkenna fyrir öllum. Ég viðurkenna alveg, ég er til þess mikið Celine Dion maður, sko. Ertu? Ertu að hlusta á Klein Dine þegar þú deytir heima þér á kvöldin? Nei, ég hlusta mikið á Power of Love. Já, það er uppáhalds Celine Dion lagið. Þetta er frábært. Já, hann er þetta mjög gott lag. Og bara, þú veist, Celine Dion, ég er huge fan. Já, það er líka ekki. Ég hef alltaf viðurkennt það. Já, hún er frábær sönguna. En það er ekki til að skamma sig fyrir að halda upp á Celine Dion. En þú ert aðalega bara með svona stuð viðbjóðið ekki á kvöldin þegar þú ert í tölvun að senda tölvupóstur og svona. Og ég er aðalega með, sko veist, með textaði, sko. Já, og ég er líka alltaf að undirbúa næsta gig, sko, sem er ég alltaf að hlusta á, ég ætla að uppgöta ný og ný lög, sko. Eitthvað gig framöndan hjá þér, eða? Já. Þú er ekkert farið fyrir þér í fjölmiðlum landsins? Nei. Ég gæti þetta að taka húkaraballið, getum þetta að henda mér í það. Já, það er það ekki staðfest. Í það samt er að leiða, mér er ekki leiðilegt að segja þér. Þeir eru ekki búið. Það er engar áhyggjur, ég er ekki að fara að þetta á 50. Ég er ekki 40, sko. Ég er ekki nefnilegulegur. Þeir eru ekki búið. Þegar ég var 20, þá hlakkaði ég gríðarlega til að fara á þjóðtíð og mættur þar á 50. Nú er ég 40, ég kem á föstu og verði beinn útsendingu. Ég vissum taka þetta nærið þér. Þeir eru ekki búið. Mér langar ekki á þetta. Sættu við það. Fyrir utan það eru fullt af skemmtilegu fólki og allt það, en tónlistin er bara ekki fyrir mig. Þeir eru bara ekki búið. Mér langar ekki. Þeir eru ekki búið. Nei, ok, þú ekki bara segja þetta gott. Ég vil ekki koma og mér er ekki búið. Þeir eru ekki bara allir sáttir, eða? Þú maður fara hérna í östu skilaból, svo er það fyrstu sturglu staðrindnar eftir sumafrí. Við erum að fara í spurt og svara og sjálfsögð nýja dagskráraliðin okkar sem að, já, það sá dagskráralið fjallar eitt svalasta mann Íslands. Það er ekkert flóknar að það, við getum alveg gefið þá vísbendingu. Já, þú veist alveg hvað er að fara að gerast eftir smástund. Leini dagskráraliður. Leini dagskráraliðin við ætlum í östu skilaból fyrst. Já, nú er sko gaman. Potturinn í Eurojackpot stefnir í 6,5 milljarð. Eurojackpot, föstudagur til fjár. Pepsi Max kynni. Eternity can be a curse. What I am can't be undone. I can make you mortal. Í stærstu orustu ævinar leggur hann sjálfan sig undir. That day ain't here yet. The Wolverine. Frumsýnd 24. júlí. Kom eitthvað upp á? Með F+ fjölskyldutryggingu færðu aðstoð hjá bílahjálpu VÍS hvenær sem er sólarhringsins. Hringdu í 560 5000. Bílahjálp VÍS. Túborg léttu öl kynnir. Uppbytun fyrir þjóðhátíð. Sport. Laugardagskvöld. Warner Brothers kynna. This is not gonna stop. Pacific Rim. If you want to stop them, you have to understand them. Or we could just blow them to pieces. Stærsta sumarmyndin í ár. 2,500 tons of awesome. Stút full af tæknifröllum og hasar. Pacific Rim komin í bíó. Eldhúsið er opið til 12 í kvöld. Vegamót. 1909.is þegar þig vantar smá lán. 1909. Thule léttöl kynnir. Útihátíð í miðborg Reykjavíkur á Dillonum verslunarmannahelgina. Framkoma, Brain Police, Leaves, Lazaroka og Crew, Dimma, Esja og Herbert Guðmundsson. Við tjöldum fyrir þig á þjóðhátíð. Tryggðu þig tjald í forsölu á betra verði á rentatent.is. Lemon sorbet ís. Jójó.
Jafnartölur, oddatölur, heilartölur, við elskum þær allar. Með tölu, leiðu þér smá lottó. Túborg léttu öl kynnir. Uppbytun fyrir þjóðhátíð. Sport, laugardagskvöld. 2 fyrir 1 af Carlsberg á krana alla daga á milli 16 og 20. Hólm, Austurstræti 12. Hei, Hlölli hringdi. Hann vil stefnumót við andlitið á þér. Hlöllabátar, algjörlega ómótstæðilegir. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er blátt hrísskúlunissa? Temdu apa hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. 2 harðir í FM 95 Blö. FM 957 og með ykkur í dag Rúðun Blöndal og Egill Einarsson og við erum hérna til 6 í dag. Það er rétt. Ég var hress hana. Já, akkur breytur þú svona röddinni þú ert að opna? Viltu sé, af hverju? Já. Þetta er FM opnun. Já, ok. Og tala maður svo eðlilega bara. Já. Maður byrjar svona, veist. Ég var til og með alltaf að tala svona, sko. Já, bara alla einkomina. Já. Já, það Blöndal, við erum að fara núna í hvað er að fara í? Sturlaða staðarendir, það ekki? Hér á FM! Er það ekki? Já, ég þarf að koma því aðeins inn hjá mig líka. Hér á FM! Hvað ættum við fyrir okkur í dag í sturlaða staðarendir með þeim? Já, hvað heldur þú, gamli fóli? Ég er með 10 sturlaða staðarendir, þannig að það er ekkert flóknar en það. Þetta var að henda fyrst í okkur. Ég henda með góðar staðarendir hér fyrir okkur kæru hlustendur. Fyrstu eftir sumafrí, ert þú tilbúin, Egill? Ég er klár. Hlustendur klárir? Já. Þá byrjum við. Varirnar á flóðhesti eru rúmlega 60 cm á breidd, eða rúmur hálfu metri á breidd. Það er rosalegt. Það er alveg varir. Veitu, gleift þig? Já. Gleift Blöndal? Litlega, hvað, nei, ég er nú aðeins stærri en það. Já, hausunar. Við gleift hausunar. Já, þetta er eitthvað smá varir. Ekki raskat það, við gleift hausunar. Já, herru, fyrir mig næstu. Wiz Khalifa, veistu hvað það er? Já. Hann er Black and Yellow. Já, hann eyðir vist $10.000 á mánuði í gras eða weed og já, það er 1,3 milljónir á mánuði í gras og ég veit ekki okkur þessi vittlisingur er að auglýsa það eitthvað. Er enginn búinn að segja honum að hætta smá weed eða? Já, þetta er svo astnalegt þessi rapparar og hvað er hallarsleginn að vera að monta svo að því að vera að ríkja eitthvað gras fyrir 1,5 milljón á mánuði? Þessi rapparar eru flest allir smoking weed, held ég. Já, svona úti, þá er allavega voða mikið með þetta á Instagram-myndunum sínum eins og það sé eitthvað voða töff að vera að reykja, þetta er svo hallarslegt. Það er bara ekki nóg að fá sér einn ískaldan, eða? Já, strax skarra, eitt korona, hann er löglegur. Já. Fjandinn hafi það og það er líka ekkert verra heldur en þegar úlingum og eitthvað svona er að apita eftir tónlistamönnum og finnast eitthvað voða töff að vera eitthvað bara freðhausinn á Íslandi. Já. Sorglegt. Þetta er hollar í skóla að vinna. Hollar en áfengi. Já, einmitt, það er svo góður. Ég á félagina sem var með í grunnskóla sem hendi sér all in í að smoke weed og hann var einn gáðasti félagið minn síðan hitti ég hann daginn, spjallaði við hann og hann var svona 5 minútur að segja eina setningu og það hægur það er bara góð það gerist með þetta, þannig að say no to drugs, krakkar. Þetta sé hollar en áfengi, það er bullshit. Já, þetta er vibbi. Næsta topic. Þetta er allt ógislegt. Svo er það hér gamebúningur sem að geimfara NASA nota kostar $11 milljónir stykkið. Það kemur ekki dót. 1,5 milljarð Sér þessa búninga. Rándýr. Þú ert ekki að fara að kaupa bara einhvern búning til að eiga heima. Það er bara 1,5 milljarður. Og mætti þetta í búningapartí, þá áttu við flottu gæði, sko. Já, þá áttu eitthvað pening. Meira þess að sko, Björgólu myndi ekki að verna það. Björgólu Tór. Það er þetta djöðlega gott. Er þetta alvöru? Jep. Hvað kostar þetta? Milljarð eða eitthvað. Þetta ekki. 1,5. Skýtsama. Smá cash. Það er allavega, það kostar alveg sletta, enda þetta er ekki smá búningar. Þurfa þól ýmislegt. Svo er það hér, ef þú tekur alla tölurnar á rúllettu. Þetta er eitthvað fyrir Blöndal. Já, ef þú tekur alla tölurnar á rúllettuborði og leggur þar saman, færðu tölurna 666 sem er einmitt tala saman. Þannig að þetta, ég get alveg votta hérna að stundum getur rúllettuborð verið The devil. Það er vel þreytt. Ég set á því ég fyrir rúlettuna og setja 7 og 23. Mína tölur. Já, þú kendir mig það. Já. Er flóki fyrir kúlun að fara bara í 7 og 23? Já, það er svo marga sem komið til greina. Rúletta er stórhættur. Það er ekkert skemmtilega. Það kúlun er svona hoppar upp og niður og sé bara
detta eftir 23. Já, það er æðislegt. Ekki verið að kveikja hérna í My Devil, en Manstu í Portugal þegar 23 röð hjá Blondell? Já, ég gæti næstu ekki eftir bíl eftir það. En það er líka, sko, það getur verið jafngamli rúllettu og það getur verið ógæslegt. Ef að talaðin er ekki að detta, þá ertu að byrja að reyta þér hárið bara eftir korter, sko. Það er svo dýrt að spila rúllettu. Þú varst on a heater í Portugal, sko. Og veistu hvað það gera on a heater? Aldrei fara. Never leave on a heater. Aldrei. Þú vart ekki að segja mér það. Svo kemur næsta, sumir snákar fæðast með 2 hausa og rífast þeir og slást mat. Allt niður. Það er eitthvað ógeðslegt að sjá það, maður. Já, viðbjóður. Svona snák með 2 hausa sem eru bara að býta hvern annan. Nógu ógeðslegir þau eru með 1 haus. Já. Svo víkingar notuðu hauskúpur óvinna sinna sem bolla og skálar í gamla daga. Það er grjótart. Já, það er ógeðslegt líka. Stefnumóti kannski heima með dömu og... Men það er ekkert að gera þá, skilur. Drekkur hauskúpur. Þessu tíma. Það var ekkert Instagram, það var ekki Twitter, Facebook og það var ekkert að gera. Nei, þess vegna notuðu hauskúpur sem bolla. Auðvitað, þau komist ekki á Instagram að mondagsafhaukur. Varst að finna eitthvað að gera þannig, sko. Já, bara byrja þá að... Og sendir ekkert SMS á félagið þá, gamli, hvað það að gera? Nei, það er drax bara hauskúpu. Þú ert að lappa ykkur 100 km að spyrja hvernig það hefði það, sko. Sætlitu? Já, þú ert bara að rölda það. Þú ert að finna eitthvað að gera? Já, ok. Frábær punktur og þægilegt að hafa þetta með þig. Hérna, svo hér, víkingar... Nei, ég var á því. Birnir kunna telja. Það finnst mér magnað. Það er rosalegt. Já, þannig að þú ert í skóginum og sér eitthvað skóabjörn og við erum 3, þá getur hann talið okkur. Hann sé 1, 2, 3. Það er ótrúlegt. Mér finnst það eitthvað magnað. Þannig að ef við erum 20, sem allt er 19, þá er hann bara, hvað er í anskotanum með þessi eini sem hvarf? Góður punktur. Og verður kannski varum. Kannski leitir hann að honum. Aldrei að vita. Tekka á þessu, fáðu einhverja með þér. Kannski. 90% af öllum hákarla árásum eru á karlmenn. Það kjaftaði það. Það er ekki bara að karlmenn eru meira surfing? Það séu meira af karlmenn í sjónum. Já, þetta er aðalega surfers sem lendi í þessu og þeir eru aðalega, það eru gæjar sem surf. Já, líka náttúrulega meiri karlmenn sem eru að veiða líka, eða þú ert út á bát, skilur að veiða. Það var einn stelpa samt bitin í tvent í Fraklandu daginn. Frábært að lendi því. Ef ég væri hákarl, þá myndi ég náttúrulega, það er kannski bara perrin í manni, ég myndi alltaf stelpuna, sko. Þú væri hákarl? Já, en ég myndi aldrei borða þær. Þú ruglast á þessu sél, þú sér ekki út þessi stelpaða gæi, þannig þetta er bara, þú heldur þessi sélur til að borða þetta. Ég alltaf nú, beitja hann tvent, hvað er þetta? Þetta er ekki selur. Skýtsama. Heldur það sem er hákallinu? Það er þannig, sko. Nei. Ég segja það. Það er aðeins. Það eru 2 réttir. Nei, það eru 3 réttir. Hérna kemur næsta. Japanir selja hundahárkollur. Ef hundurinn að detti í blöð, þá var hún keypt hann hárkoll. Já, verða þeir litlir í sig með þetta hundan þeirra? Það sé að vera sköllóttir? Já. Ég veit það ekki. Men okkur, þú veist, já, ok. Hefur þú séð sköllóttan hund, eða? Nei, ekki, þú segir það. Það ekki, nefnum kannski getur bara meira hálfkoll, ég veit það ekki. Kannski getur bara eitthvað svona flip, skilur, þú getur keypt hanakampa. Já, það eru þetta snillingar, sko. Já, þeir eru vel viltir. Já. Ég held, já, er þetta ekki eitthvað þannig, er þetta ekki eitthvað flip? Það eru ekkert af því að hundurinn er þunglindur af því að vera sköllóttur, sko. Ég held þetta sé bara eitthvað svona... Það er ekki sem hættur að gelta og tala og bara situr út í horni í þunglindur. Já, svona eins og ég hætti náttúrulega bara að tala og vildi ekkert vera til af því að ég var að missa hárið. Þessu bulli. Þá getið þið keypt, hárkollur á hundan ykkar, kæru hlustendur í Japan. Það er bara í Japan. Já, mjög gaman að því. Svo það eru þær eftir Finding Nemo er sölulegasti DFD-diskur allara tíma. Ha? Finding Nemo. Það er til á öllum heimilum fyrir greislingana. Já, og líka, það er gaman að Finding Nemo. Mjög góð. Hvað er upp á fiskurinn þar? Nemo. Já, Ellen DeGeneres var þetta mjög góð, var hún ekki í þessi bláu það? Ná, hann að finna í fiskurinn. Já, hún var mjög góð. Svo kemur síðasta sturlaða staðarinn dagsins, það eru 60 sinnum fleiri sýklar á lyklaborði heldur en á klósettsetu. Það er svoleiðis. Það er bara þannig. Samt myndi einhvern veginn miklu frekar sleikja lyklaborði heldur en klósettsetu. Sleiktu það? Nei, ekki þegar ég var að segja. Ég man það, sleiktu lyklaborði. Já, hvað græði þið á því? 1 korona. Nei, 1 korona, hvað er ekki lagi með þeim? Þetta voru sturlaða staðarindir. Hver stóð upp úr í dag, Egill? Hvað var svona þínu uppáhalds? Ég líklega Björnin. Það var að telja. Það var mjög ótrúlegt. Og hundahárgóðlunar. Það var líka gott. Hárgóðar. En við vorum að ræða þjóðhátíð hér áðan við Egill. FM 95 Blöð verður einmitt í beinni útsendingu á föstudeginum. Frá Vestmannaeyjum. Hvað meistari með húkarablöð, stöða? Það er einhver rævill held ég. En ég veit ekki, flettu bara upp á TV þá finnur það held ég. En þetta er þjóðhátíðalagi ár. Ein af mínum uppáhalds hljómsveitum, ný dönsk, verða ekkert mikið svalari. Heitir það. Ég fíla það. Já, mér finnst það mjög gott. Gott lag. Það styttist hér í nýjan dagskrárlið, hann er hér eftir skamma stund og spurt og svarað. Og fleiri fastir liðir hér í FM 95 Blöð. En Blöð, já, ég var að fá á Facebookinu mínu spurningu. Nú. Mann staðan ég var að spyrja þig, þú þurftir að velja Harvey Specter eða Ryan Gosling
fyrir One Hot Night. Já, hættu þessu eitthvað að spyrja hvað kallmann ég vilja sofa. Þú valdir Ryan Gosling. Og hérna, og hann, þetta er tengt í, hann spyr, þessi miklu meistari, ef þú þyrftir að velja hérna einn úr F95 blöð til að byrja með bara, relationship. Kærastinn? Já, hvað er þið? Velja einn úr F95 blöð, þetta er frábær spurning. Þetta er enda erfið spurning, en reitt mjög létt svar, þú er þess á síðasti, sem ég myndi byrja með, það er nokkuð ljós. Það er aðeins? Já, það er bara þannig. Því er síðasti? Já, ég... Ok, nú, ég spöði bara heim. Ef ég verið samkynniður, var að leita mér einhvern góðum gaur, ég skal alveg gefa það. Ég er kannski fullir einhverju flippi, ég myndi kannski draga með mér heim. Ég myndi aldrei byrja með þér. Það er bara ekki til í dæminu. Þú er þess að síðasti sem ég myndi byrja með. Það er öllu strákunum. En betur, við getum hort saman í United. Já, það er eitthvað... Við höfum saman í ræktina félagarnir. Ég er bara að segja það er pros and cons hérna. Já, ég bara þegar kemur að kærasta mínum, þá vill ég góðan strák. Þú ert alveg ágætið sál, en þú ert ruglaður, þannig ég get ekki... Mjög góður drengur. Ég nenn ekkert eitthvað, þú að stjórna einhverju húkarapal í eigum, ég einn heima bara að bíða eftir. Þú bara kemur með mér að gigga. Þú verður, ok, ég skal gefa það. Þú er man, kemur bara með. Ég get hótt á United með þér og við getum farið saman í ræktina. Og við getum borðað góð mat saman. Ég held að fá bara lax til dæmis. Já, byrju hvað, getið ekki borðað góða mat með sveppa eða? Ég hendi góða lax eða? Það mun fitað upp. Þú kannt ekki elda. Það mun fitað upp. Þetta er endar ágættu spurning. Ef ég yrði að byrja með einhverjum, ég held ég myndi taka Sveppi eða Pétur. Af hverju? Bara einhvern veginn. Ég er búinn að alast upp með þeim og elska á einhvern veginn. Þú getur ekki hort á United með þeim? Nei, það er líka bara fínt ef þú ert í sambandi. Það verður ekki alltaf með magaðinum. Kannski fer ég og hitti þig og horfa á leikinn og svo bara aftur, hvernig á dagurinn er þér aftur. Ef þú ert alltaf með kærastunniðinu eða kærastanniðinu, þá getið þið ekki sagt frá degi. Sveppi bara heima með þú fyrir United, Pétur. Já, það er ekki. Ok, segð með kost og galla Sveppi og Pétur út í sambandi. Sveppur... Og síðan líka bæði þeir, setja stóran sokk í Hjöppa og Björn Brá. Nei, það eru frábæri strákar líka. Þeir eru ekki bara að koma upp í þessu umræðu. Nei, þetta er ástæðan fyrir ég tek Sveppi og Pétur, bara ég er búinn að þekkja á svo mikið. Og þeir eru svo góðið vinnir mín, ég hugsa að það væri bara svona þægilegast einhvern veginn. Og fyrir auðvitað þá er ég ekki búinn að leggja ég er ekki búinn að hugsa þetta. En hvort Hjöppi líka alveg frábæri strákar og Björn Brá, þetta er allt frábæri strákar. Þú gistir alltaf með Hjöppi daginn ykkur 10 dagar, hvernig gekk það? Þið gistar saman? Já, herbergisfélagarnir úti, bara mjög vel. Gekk það mjög vel? Já, við bara Smellpásuðu félagarnir? Já, við vorum ekkert að leita að einhverju öðru heldur en bara að spjalla á kvöldin og fara svo að sofa og vakna og fara í sundlöðagar. Já, annað en hvort hérna Pétur og Sveppi? Það er erfið spurning, þeir hafa sína kosti. Sveppi væri svona meira held ég, hann myndi rífa mig áfram í lífinu. Hann er svona, þú veist, hann vill vakna bara klukkan 7 og myndi segja mér að drulla mér á fætur og svona, væri harðari við mig. En ég held ég myndi hafa rosalega gaman að vera með Pétri, ég myndi hlæja mikið. Pétur myndi leiða að sofa út eða? Já, Pési, við myndum sofa út. Við myndum kúra þarna eftir að vera búin að horfa á þætti langt fram á nótt, sko. Hann er með chillaður, Pétur. Já, þeir eru mjög ólíkir, það var svo fyndið. Þeir fóru saman hérna með konum sínum og öðrum til Bandaríkja núna fyrir ekki svo lengur síðan. Svo þegar þeir komið heim, þá var svo misjálf hvað Sveppi byrjaði að segja að hann náttúrulega fannst báðum æðislegt og gaman og svo sagði Sveppi að náttúrulega Pétur er náttúrulega bara eitthvað rugglaður sko, maður er búinn að gera allt klárt og smyrja hon í liðið og þá er þau ekki eins og vöknuð og Pétur svo afslappaður, þeir eru svo ólíkir. Þá vildi Sveppi bara drífa sig eitthvað svona skemmtigarð með alla fjölskylduna, búinn að smyrja hon í all liðið, en minna, svo kom Pétur daginn eftir og sagði, já, Sveppa liggur alltaf svo á. Ég held að hendi þið betur öðrum en Pétri. Þú voru mjög þreytt og rifin upp klukkan 7 alla daga. Já, Sveppi var ekkert alltaf í því. Þú myndir fljótt að þreyttur því, ég get lofaði því. En hættu svo að spyrja mig hvað karlmann ég vilja vera. Það var spurning frá Athen. Já, einmitt. Þú getur haft það bara í spurt og svara þá eftir. Við ætlum að fara hér í Örstuð skilaboð og svo kemur nýja dagskrárliðin sem við erum búin að byrja. Ég ætla að hlakka mikið til að ræða hana mann. Förum í hann hér eftir örskamstund. Pepsi Max og Túborg léttöl kynna í samstarfi við N1 og Lenovo. Þjóðhátíð í Eyjum 2. til 5. ágúst. Framkoma, Guskus, Páll Óskar, Retro Steffsson, Ásgeir Trausti, Stuðmenn, Bubbi Mortens, Sálin, Helgi Björns og Skálmöld. Brennan, Blísinn, Brekkusöngurinn, Flugeldasýningin og stemmingin. Náður í mið á dalurinn.is. Dalurinn býður. Þjóðhátíð í Eyjum. Lífið er yndislegt. I'm officially a college student! Fyrst þegar þeir hittust, James B. Sullivan. Mike Wazowski. Var það kennarasleikjan The answer is C. Ebola spiders. Correct! gegn partydýrinu. You don't need to study scaring, you just do it. Arion banki kynnir, Skrýmslaháskólinn, kominn í bíó. Túle kynnir. Guðni Tór er með útgáfutónleika af plötunni 10 Songs, föstudaginn 19. júlí næstkomandi.
Hljómsveitin lofar einstöku stuði, partíi, rock og rolli ásamt nokkrum krútballuðum. Partíið hefst klukkan 10. Endilega láttu sjá þig á Gamla Baugnum 19. júlí næstkomandi. Með þolinmæðina að vopni getur maður orðið bestur í heimi. Egils gull, okkar bjór, léttöl. Apótekið býður þér 20% afslátt af Nicotinell Fruit út júlí. Apótekið. Einfalt og ódýrt. Tax-free af öllum reiðhjólum. Hagkaup. Einferð, betra verð. Fauk regnhlífin þín í rokinu. Hafðu ekki áhyggjur. Þú getur notið lífsins í skínandi sól á Alicante frá 28.900. Verð í betra veðri á betra verði með Vá Air. Thule léttöl kynnir. Útihátíð í miðborg Reykjavíkur á Dillanum verslunarmannahelgina. Framkoma, Brain Police, Leaves, Blasaróka og Crew, Dimma, Esja og Herbert Guðmundsson. Síðasti stimpillinn bara byrjunin. Skilaðu vegabréfinu á næstu þjónustustöð N1 þegar það fyllist. Tenerife og hellingur af frábærum vinningum í pottinum. N1, meira í leiðinni. Pepsi Max kynnir. Will I have boobies like mommy's? Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock og Salma Hayek. I can't believe we used to jump off. Í skemmtilegustu mynd sumarsins. Grown Ups 2. I was inside you! Frumsýnd á miðvikudaginn. Fáðu alla orkulykla hafa sem þú þekkir og eru verri en þú í vítaspyrnukeppni til að skrá sig í áskorandaleik orkunar. Og svo ef þeir verða dregnir út, þá býðstu bara til að taka vítin gegn David James fyrir þá. Og svo ef þú vinnur, þá splittið bara 100.000 króna inneignarkortinu. Orkan. Komdu og prófaðu eitthvað sem minna, en samt sem áður meira. Fiat 500, einfaldlega meira. Diesel.is og bílalíf, Kletthálsi. Aktu taktu, sumartilboð. Osborgari og kók á aðeins 599 krónur. Aktu taktu, beint í bílinn. Happaþrennan. Skemmtilegt að skafa. 3 fyrir 1 af völdum drikkjum á föstudagskvöld milli 12 og 1 í boði Gæjól. Hóm, Austurstræti 12. Útsalan í fullum gangi. IKEA. Túborg léttöl kynnir. Uppbytun fyrir þjóðhátíð. Sport, laugardagskvöld. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Hversu gott brúnt karamellunissa? Húðflúraði flóðhest hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Tónlistarstöðin FM. Jó, þetta Blasrocka. Þetta FM. XXX Rottweiler. Þú ert að hlusta á FM. Reykjavík, Sódóma, Reykjavík, Bókota. No cola, mátt bóka, allt kóka. Kóngan djók sem við köstum dó í rámi kók, drekk mig í gólf fyrir 12. Set kokki og spilastokk, stjörnustelpur, champion fokk. Vinn ekkert smá vel á þér, í háskerp og hátér. Eins og Hjörtur Hásir, þessi bás að fá sér. Nóa nópal og nóru tíð, nóa vatn og B-vitamin. Stenna shakes, rauðu Gatorade, Maradona ég stig fyrir og eftirleik. Duttur skítur en drastir hreint, hösl og feys, bís og heim. Smell og dreik og dætt í sleik. Fóta pappa, stráka grei og laumi gei, seg ekki breyk. Ó nei homie, ég so self-made. Oh nei homie, ég so self-made. Oh nei homie, ég so self-made. Veist hvernig við rúlum, kallar og kettlingum og kettlingar á kúlum. Veist hvernig við rúlum, kallar og kettlingum og kettlingar á kúlum. Veist hvernig við rúlum, kallar og kettlingum og kettlingar á kúlum. Kallar og kettlingum og kettlingar á kúlum. Kettlingar á kúlum, kettlingar á kúlum. Þú veist hvernig við rúlum, kallar og kamakrá, kettlingar á súlum.
kallar á kettlingum og kettlingar á kúlum. Veist hvernig við rúlum, kallar á kettlingum og kettlingar á kúlum. Veist hvernig við rúlum, kallar á kettlingum og kettlingar á kúlum. Kallar á kettlingum og kettlingar á kúlum. Kettlingar á kúlum, kettlingar á kúlum. Þú veist hvernig við rúlum, kallar á kamagrá, kettlingar á súlum. Hollið mitt á dolli, all in á molli. Bent fýrar í tonni, en ég dett bara í rommið. Stífbónu fjósinn, fyrir stefnumótið. Við óreina ljónið með spúlaða lókin. Tóni eins og óðinn, því þjóðinn við tónin. Og ég þvæ hendur á því snerti á með lókin. Fuck það, þeir eiga ekki jack, þetta rockbar. En þeir eiga ekki jack, fuck. Veist hvernig við rúlum, kallar á kettlingum og kettlingar á kúlum. Veist hvernig við rúlum, kallar á kettlingum og kettlingar á kúlum. Veist hvernig við rúlum, kallar á kettlingum og kettlingar á kúlum. Kallar á kettlingum og kettlingar á kúlum. Kettlingar á kúlum, kettlingar á kúlum. Þú veist hvernig við rúlum, kallar á kamagrá, kettlingar á súlum. Þú veist hvernig við rúlum, tveir harðir hér á föstudegi, 19. júní og það er víst bongo blíða fyrir norðan. Sjá það á Twitter að við ætlum ekki að vera vælu við veðrinu. Það er alltaf sunshine þar. Já, ég veit það. Það er búið að vera bara í allt sumar. Okkur maður ekki bara þar? Já, bara góð spurning hjá þér. Við vorum að félaginu í sumar. Við fengum sunshine. Já, manstu, við fórum svo úr sólinni bara í rigningunni í bænum. Já. Ég veit ekki hvað það smá á laugadegi með þess. Flytja bara lagur á grís. Já, það er líka búið að gegja á króknum. Getum verið það líka. Það er ég gott. Gegja á króknum? Já, búið rosa við þar. Frábært. En það er hins vegar komið núna að, já, þetta er kannski ekki beint nýr dagskrárliður en við ætlum svona að reyna að ræða annar mann. Það er mjög létt að ræða hann alla föstudaga því að því lík manneskja sem að þetta er og, já, þú veist alveg hvernig við erum að fara að ræða núna, Egill. Við veitum nákvæmlega hvernig við erum að tala núna. Já, hvað heitir hann? Arnar Gunnlaugs. Arnar Gunnlaugsson. Arnar Gunnlaugsson og já, ég vil menna, ég komst að þið bara núna í fríinu og það er ástæðan fyrir að við ætlum að ræða hana hérna við Egill. Þetta er einhver rosalegasta manneskja sem við Íslendingar höfum átt. Það er nákvæmlega þannig. Arnar Gunnlaugs, ég er ekki að grínast. Ok, manstu, núna, og þetta er engin líði, við fórum í bíó, það reyndar að koma svona 3 vikur síðan eitthvað. Já. Manstu, við fórum í bíó, hvernig hittum við í bíó? Arnar Gunnlaugsson. Já, með börnin sín. Sástu skóna sem hann var í? Já, ég sá það. Hvað var þetta? Þetta er bara eitthvað dýrið skó, segir sér. Þetta er einhver flottustu, sko, Arnar Gunnlaugs var í bíó, hann með börnin sín. Hann var betur klæddur heldur en ég ef ég væri að fara á date með bara flottustu konu sem ég séð á æfinni. Hann betur klæddur en þú sem það fara ástættið. Já, það var bara þannig. Hann var einhverjum flottustu skóm sem ég séð. Mér sýndist ég sjá D&G á þeim. Það er ekki oft sem þú sérð að skóur eru dýrir. Nei, ég sá það þannig. Ég horfði bara á það bara, hvað kostar þetta? Já, fór ekkert að milli mála, þetta voru rándýri skór. Langar að spyrja hann, Gunnlaugs, hvað kostu þessi skór? Já, ég bara vildi ekki að já, og sástu trefilinn hans líka. Flottustu trefill sér sér. Hann var eins og hann var eins og flugvélinn hans væri fyrir utan. Mér alltaf finnst treflar ekki mjög sexy, en þetta var flottu trefill. Já, flottu trefill, flottu skór og svo var náttúrulega herðu. Við þarna bara einhverju vittlýsingar, 2 fullorðnir kallmenn í bíó saman. Þú veist, fertur, já, háð með börnunum sínum. Hann er líka alltaf klæddur bara svo að sé að fara að leikja auglýsingu, sko. Já. Eins og að sé í slow-mo. Hann er alltaf tilbúinn. Og svo er svo er líka annað. Jón Gunnar Gerdal, góða vinn okkar, Nonni Tattoo, Nonni Plugg eins og hann er kallað. Catman, Ísland. Hann ætlar að hlaupa núna marathon, eins og hann gerir alltaf. Já. Og hann er að stefna pening. Já. Hann Nonni Tattoo. Og er að fá svona vini sinna til að heita á sig. Já, já. Já, já. Arnar Gunnlaugs. Hann ákveði að heita hans á hann. Já, já. Sko hann hendi miklu. Já, ég veit nákvæmlega hvað hendi miklu, sko. Ég á örugglega eftir að styrkja Jón Gunnar svona 2000 skall eða eitthvað. Flestir henda 1000 skall á hann, 2000 skallin. Max 5000 skall, sko. Það er algjört max. Já, hann er bara að hlaupa og Jón Gunnar Gerdal er vinur Arnar Gunnlaugs. Já, já. Hvað hendi Arnar Gunnlaugs á hann, Egill? Hendi 75.000 skall á hann. 75.000 kallir. Það er Jón Gunnar sem var að fara að hlaupa til styrkta góðs málefnis. Og málið er að Jón Gunnar er búinn að safna núna í dag 138.000 og Arnar Gunnlaugsson á 75.000 af því. Það er rosalegt. Bara með allar styrkjum, sko. Þetta er rosalegt. Guður meistari. Kóngur, maður.
Herðu, svo náttúrulega eitt enn í lokin líka. Það golfmót FM 957. Já, þetta grínast. Manstu við sátum að Nanna Tæi þegar þú fekkst SMS-ið. Þú verður að segja hlustendur. Það er sem sagt FM 957 að fara að halda golfmót og að gera skrá sig inn á fm957.is. Það verður svaða vinningar og það verða einhverja frægir Íslendingar að spila á golfmótinu og hlustendur og þetta verður gríðarlega stórt. Og þú fattaðir allt í að þið vantaði makkar. Já, mér vantaði eitthvað með mér. Ég hugsaði bara hver er góður í gólfi, sexy, fyndinn, skemmtilegur, hot celebrity, Arnar Gunnar Láksson. Hentu aftur voru með aftur dæmið á. Já, þú hugsaður út í hann. Já, ég hendi SMS á hann og sagði gamli, ertu busy laugardaginn 27. júli, FN97, bóðsmóti-gólfi og eitthvað svona. Já, ætlaði að reyna að fá hann til að vera með þér. Já, ég fekk svar. Ég ætla að lesa orðið rétt. Já. Þegar líklega til LA á sunnundag, veit ekki morguldur hinn, annars mæti ég klárlega. Til LA á sunnundag, hann vissi það ekki. Nei, þú veist, þetta er eins og hann vissi það ekki í gær, skilur. Flestir Íslendingar eru að fara að fljúga út segjum bara, ok, ég ætla til New York ég fer örugglega í desember, ég ætla að bóka núna til að fá það sem ódýrast. Bóka með svona hálfsársfyrir bara. Já, þá færði þetta á ágætis prís. Hann veit ekki ennþá núna hvort hann sé að fara til LA bara eftir helgi. Nei, bara í gær. Í gær var hann ekki viss hvort hann sé að fara til LA á sunnudaginn sem ekki morguldur hinn. Nei. Sér getur allt í henni bara hörðu, ég skelli bara til LA. Já, eða Miami. Kannski hann kikið til bara Paris. Og nú þarf ég bara, ég sendi bara á hann eins og rassusinn sem ég er. Já, hörru, ég kannski tjekka það bara aftur á þér helginu. Hvort þú sendi LA eða ekki. Ég er bara henni í rigninguna heima. Ég kannski fæ að henda SMS á þig, Gunnar Láksson. Hvort þú sett í LA. Þetta er því kongur. Þetta er maður, það sem þetta er. Það er það sem er. Og svo líka bara, þegar við vorum í bíónu, I went in for a hug, skilur, hann var þarna með börnunum, hann svona, ég var ekki með að sjá hann lengi, hann var ekkert úðalega vond lykt á honum. Nei. Lyktaði bara, mér langaði besta lykt þú fundið það? Já, mér langaði bara það með fastar. Mér finnst Arnar Gunnlaugs, ég held að námskeið á Íslandi. Já. Hvernig áttu að vera eins og Arnar Gunnlaugs og bara rukka 100 á skallinn? Það er akkurat máli. Ég veit ekki higg við það. Er einhver sem kemst, hver er svona, getur nefnt mér eitthvað annan svalan? Eins og Gunnar Láksson? Já. Ekkert enginn sem kemst í líkingu við hann. Nei, hvað? Þú ferði eitthvað, þú veist, aðeins fyrir neðan. Já. Þú komið meistara þarna. Eins og? The Godfather. Þú getur hægt Godfatherinn minn. Já, ég er reyndar. Það er hellingar af snillingum. Hann er með háruvörun og herbyggjósi fyrir 2 milljónir. Við erum oft talað um það. Áskil Kópans. Já, það eru sko, ég hef heyrt að það eru hárgreiðslustofur hér út í bæ sem er að skipuleggja að reyna að ræna íbúðuna Ásgeirs. Já. Ég veit ekki sem hvað hann að kaupa þetta, hróngri? Nei, hann er með þetta einhverjum svaka díl hann erlendis. Kolbarn er rosalögur, en Arnar Gunnar Láksson er sko... Hann er skref og undan. Ég menn, hann er komið sér hotnin í þættin. Já, það fá ekki allir sér hotn hér í FN95, það er bara þannig. Nei, og ættu einhvern tímann að ringi í hann, ég þóri ekki, hvað að tala við hann. Það er aldrei að vita hann, við ringjum bara í hann næsta föstudag. Veist hvað er gamla, ringi hann og spyrja hann, herru, Arnar, hvað er kallinn að brasa? Kemur ekkert óvart að hann verið bara einhverju skútu í Suður Fraklandi. Hann er annarkot í LA eða Miami. Það verður bara þannig. Við ætlum að heyra í honum í næstu viku. Eða skúl. Lúxusvandamál. Upplifðu wow-moment í London eða Köpen í haust frá aðeins 12.900. Bókaðu núna á wow.is. Wow er. LG Optimus G snjallsíminn er sá fullkomnasti frá LG. Hann fekk 6 stjörnur af 6 mögulegum hjá virtu tæknitímariti í Danmörku. Ert þú búinn að skoða hann? Hann er nefnilega á verði sem kemur þér á óvart. LG. Lífið er gott. Eldhúsið okkar opið alla daga 11:30 til 21. Glæsileg útiaðstaða við Austurvöll. Home. Austurstræti 12. Óvænt útgjöld setja oft strik í reikningin. Hjá Hraðpenningum getur þú fengið lán hratt og örugglega. Við hjálpum þér að brúa bilið. Hraðpenningar.is. Kom eitthvað upp á? Með F+ fjölskyldutryggingu færðu aðstoð hjá bílahjálpu VÍS hvenær sem sólarhringsins. Hringdu í 560 5000. Bílahjálp VÍS. Show me the money! Sendu bara SMS í 1902 og við leggjum inn á þig. Smálán. Ekkert stórmál. Þú átt skilið að njóta sumarsins. Barcelona frá 24.900. Verð í betra veðri á betra verði með WOW Air. 3 fyrir 1 á völdum drikkjum á föstudagskvöld milli 12 og 1 í boði Red Square. Home, Austurstræti 12.
Stundum þarftu smá lán. Þú stjórnar upphæðinni og við leggjum inn á reikningin þinn samdægurs. Múla.is. Peningar á mannamáli. Eigum yfir 60 gerðir af fartölum frá Toshiba, Asus, Apple og Acer í verslunum tölvulistans allt land. Hraustmerki, lægra verð og mikið úrval. Tölvulistin. Útvegsmennatið. Það engin kvóti á bátunum hjá Hlölla. Hlöllabátar, komdu borð. Föstudagar eitthvað svo dásamlega yndislegir, því þá nefnilega bara einn dagur í lottó. Lifðu þér smá lottó. Sjáumst á útihátíð í miðborg Reykjavíkur verslunarmannahelgina á Dillon í boði Thule léttöl. Mentos tyggjó. Ekki bara eftir matinn. Eldhúsið opið til 12 í kvöld. Vegamót. Íslenska sumarið hentar ekki alltaf til útiveru. 5 íslenska sjónvarpsstöðvar og netfrelsi fyrir aðeins 265 krónur á dag. Tryggðu þið notalegri stundir í sófanum heima með Stöð 2 í síma 512 5100 eða á stöð2.is. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Já, ef maður búinn að sakna einhvers í sumarfríinu þá voru það Nissan-auglýsingarnar. Spreyjaðu flóðhest, hvað þetta gott. Við erum hér, þeirra harðir á FM 957. Mættir eftir sumarfrí og bara allur þátturinn. Við Björn Bragi verðum hér næsta mánudag. Björn Bragi, komnir úr verðum með honum á maður. Akkur tökum ekki að lagið eigum? Já, þetta? Já, FM 95 blöðlagið. Það góð spurning. Við tókum það náttúrulega í sjálfanum. Það var rosalega líka að tókum við sjálfanum. Er það grínast það? Það var one hell of a performance. Já, ég held að getum þetta hérna höndi í þetta. Á þjóðatíð? Já, okkur ekki. Já, aldrei að vita. Let's give him a show. Let's give him a show, Svo Jim Carrey, félag okkar, sagði þetta. En það hins vegar komið að, dagskrálið sem að gengur svolítið út á að hrósa Agli og rakka minnur. Í 100 skiptið. Ég held að vita allir hverjum að fara í þetta. Já, fólk sendi með þetta. Þannig að ég nenni ekki að vera rífast í ekkert eina skipt sem förum í þetta. Nei. Segðu frekar svo Markus, fyrst í gæði, Markus Bergmann, í gæði sem fyrstu bönninguna. Geðu honum skít. Já, ég mitt. Þetta ekki örfli mér. Hvað Markus Bergmann að spyrja Gilsarana? Ég sé þetta strax að það meistari. Já, ég mitt. Kemur sérkjala vort. Hann segir, sæll, virtasti og myndalegasti DJ sem ég veit Ertu vinsællur en DJ-ið mig? Hvað mennur þú? Það bara svona að spyrja það því að allir rithöfundar hata þig og svona, er það ekki að verða svipað bara hjá öðrum DJ-ið? Ekki allir rithöfundar, Þorgummi Þráinsson vinur minn, til dæmis. Já, ok, en þú ert ekki svona, hatur er þetta rosalega ljótt orð. Ef Þorgummi Þráinsson vinuðin, þóttu feskur, sko. Já, ég veit það. Ég þarf ekki að eiga neitt annar rithöfundar vinur hann, sko. Ég meina, sko, ef Þorgummi Þráinsson vinuðin, þá þarf þig ekki að hafa áhyggjur af henni því að það er Þorgummi Þráinsson og eins og Rikki G sem er one hell of a DJ, hann er vinnur mig líka. Ég þarf ekki fleiri vinnir. Ég veit, en ég er að segja hatur er ljótt orð, en þú ert ekkert gríðarlega vinsæll hjá öðrum rithöfundum, þú getur alveg tekið undir það. Það er ekkert allir fyrir sáttur. Það er bara því ég fell ekki undir hérna þeirra skilgreiningu og rithöfund. Ég er ekki þeppin, ég drakk ekki kaffi, ég er ekki með skegg. En nú spyr ég, ertu vinsæll hjá öðrum DJ? Þegar þú ert að kalla þig virtasta DJ landsins, þá sem ég raunir Nú kerði að kalla það. Fólk er að kalla með það. Já, þessi Markus hérna, Markus Bergmann. Markus Bergmann, til dæmis. Ég er ekki að kalla með það, sko. Nei, ok. Hérna, hann byrjar að segja, sæll virtasti og myndalegasti DJ sem ég veit Myndalegasti líka. Takk fyrir það, Markus. Það er svona, þetta er H-vítamín öðun. H-vítamín, það er mikilvægasta vítamín. Veistu það hvað H-vítamín er mikilvægasta vítamín öðun Blöndal? Það er gott að fá hrós. Já, hrós. Hrós. Hrós öðun. H-vítamín. Hvað vill þessi Markus? Já, hann segir, ég hef farið 33 svar á þjóðhátíð. Fór fyrst því að var Þetta þertu maður að kalla þig myndalega Þannig skaustu þið fótinn Nei, hann segir, ég farið 33 svar maður að haga þessu Ég þetta væri bara einhver 18 ára úrlingur Nei Annarkort er hann bara heftur og þroska eða þú bjóst hann til Slaka það, hann segir Ég hef farið 33 svar á þjóðhátíð Fór fyrst því að var 18 ára, segir hann Ok Hann segir Ég hef aldrei verið neitt spenntu fyrir húkaraballinu Ég hef alltaf bara farið á föstudaginn En ég get sagt að það Inspiration Gilsi að ég skeit í mig Þegar ég frétti að Muscle Boy væri með stöðlaðaballið
Þú heldur kannski ég sé að grínast, en ég skeiti í mig. Já. Ég var í vinnunni, ég ekki til hissa, maðurinn komin á þannig aldur en heldur allar sögur. En hvað já, ok, hann skeiti í sig. Það segir sko, ég held að það var eitthvað svona, það var en expression, ég skeiti í mig og spenning, en hann skeiti ekki hann lýsið, það segir, ég var í vinnunni og þetta var heima að skipta nærbuxur. En, já, síðan segir hann, ég var búinn að plana að fara á föstudeginum, en ég var ekki lengi að breyta með honum. Hlakka til að sjá virtasta DJ landsins og the man who fears no change. En spurningi mín, já, þetta, þú ertu náttúrulega komin spurningu að því restina. Nú ertu búinn að ná að plugga húkaraballinu eins og ég vissum við ekki að gera þetta í þættunum. En já, hvaða spurningu hendur þú svo á þetta? Hann spyr, möguleiki fyrir að spila Gentleman með Psy á húkaraballinu því ég nefnilega búinn að mastera dansin. Hefur þú séð dansin sem Psy tekur? Það verður virkilega gaman að sjá 16 kallmann verður að dansa Psy hérna á húkaraballinu með þér. Ég er bara fann að sjá þetta. Jæja, ok. Markus Bergman er eitthvað mest meistari síðan ekki. Já, Markus Bergman, takk fyrir að hlusta. En síðan kemur eitthvað annar meistari. Pening og hann sé ekki til. Já, hver er hinn meistarinn? Sigurður. Siggi Majónes. Það er ekki Siggi Majónes. Ok. Hætti að kalla Sigurður Sigga Majónes. Hann sendur spurningun, ekki niðurlegan. Nei. Hann segir, sæll man who is afraid of no job. Hann segir, síðan kemur svona 10 punktur hjá honum. Lagermaður, DJ, meðsöldur, töndur, leikari, bodybuilder, pizzasendill. Ég elskar hvað þú ert afraid of no job. Ég skulle vera búinn að sakna þess að vera með þér. Það er alveg ótrúlegt. Hvað? Já, þú hræðist enga vinnu. Það er nokkuð enga vinnu. Pizzasendill og rithöfundur. Ég hef pizzasendill á 3 stöðum með þeim. Pizza Mambo, 67 og Pizza Hut. Ok. Ég er eitthvað virtasti pizzasendill. Hvað er tolleraði þig? Nei, bara ég halda fram með þetta. Ok, en ég saknaði eitthvað félagana það mikið þegar ég voruð í fríi að ég var að horfa á gamalt shit með Blöð og þér, kæri gilshöfðingi. Af hverju að Blöð rýr með Bömbu fyrstu árin á byrju, leðaði mér að klára. Já, ég sagði ekkert. Hann segir Blöð, hann sýnir enga vanverðingur með einhverju púk gríni. Þannig hann er hættur því þessi. Hann segir bara, af hverju að Blöð rýr með Bömbu fyrstu árin á ferlunum, en síðan að svipa leit og þú fórst að detti njöt og sveppa, þá sá maður breytingu á honum nánast daglega. Hvernig náður að breyta honum eiginlega? Ég svipaður núna og Blöð var í 70 myndum á strákunum með allt niður mig. Því það sé hægt að bjarga mig líka. Í ángríns get ekki hort á mig naktan í spegli. Kveðja Sigurður. Ok, byrju hérna, þú náður að plugga húkaraballinu. Er eitthvað lítið að gera í fjárþjálfunni líka eða? Hvað vantar? Er lítið að gera hefur í júli í fjárþjálfunni? Þessi er að hrósa okkur, að sakna okkur og horfa á gammalt shit með þér og... einmitt. Hann var að horfa á gamla þætti með auðvitaðsveppa og strákun. Já, ég veit að þú ert að búa þetta rugl til, en ég skal alveg gefa það það. Þú ert mjög góður þjálfari. Það verður ekki tekið þér. En ég er ekkert að búa hérna... Nei, Siggi náttúrulega bara hendi þetta. En málið er samt, þú varst með allt niður þarna í auðvitaðsveppa. Nei, í strákunum og því, og 70 mínútum. Ég er bara venjulegur. Nei, við segðum bara ég hafði allt niður mig. Ég hafði allt niður mig á 12 ára, sem ég reyði mig í gang. Þú varst 12 ára? Já, Egill, þú veist að þó að þú er átt af því, það vilja ekkert endilega allir vera rosalega massaði með strípur og fara í ljós og kalla sig DJ Muscleboy, sko. Ég var bara venjulegur. Ég er búinn að minnka ljós. En ekki það, mér skemmtilegur að vera í góði formi, ég veit ekki náðu. Já, ég kom meir í kremin í... En þú þarf ekki að vera að segja að fólk sé með allt niður um sig, þó að sé ekki nákvæmlega eins og þú í laginu. Ég var ekki að segja það, þú varst með allt niður þig bara. Ég var bara venjulegur. Sumi vilja vera chubby, það er ekkert um að vinna chubby-vinnu minni chubby. Og ég er ekkert að öskra á alltaf dagar, ríðu þig í gang! Það má alveg vera þannig. Ég var verið á Skagarum sem heitir Ingþór sem búinn að vera 20 km þungur frá því að vorum í grunnskóla. Ég hafði gefið honum engan skít. Nei, en er hann þá með allt niður um sig? Nei. Þú varst með allt niður þarna. Jésús. Þetta var spurt og svarað. Einarsson með ykkur til 6 í dag, hálftíma eftir. Og í fantastuði. Það er föstudagur í okkur strákunum. Í fantastuði? Já, ég er í bara dundustuði. Það er svoleiðis? Já. Það er bara hannig, dundustuði. En hérna, Ömröldal, ég er með spurningu. Ok. Ég er að læra heimspeki núna. Nú? Ég ljúaði, ok. En ég stætti svona heimspeki spurning. Já, mannstu, við ljúum ekki að hlustundum. Nei, ég veit að ég hætti því, og þú líka. Ég aldrei logið á hlustundum. Nei, hvernig það ekki að fara í dagskólið en líka Blöð segir hlustundum, Blöð tells it all. Nei. Landsveg farið hann. Auðvitað landsveginum fyrir að við höfum ekki verið í loftinu í 5 vikur. Já, það er mjög fljótlega. Hörðu, ég er með spurningu. Þú ert ósýnilegur í 1 dag. Já. Hvað gerur þú? Ósýnilegur sólarhring. Bara allt í núna, bara hverfi núna. Já, ef ég er það ósýnilegur núna, í 1 dag, hvað ég myndi gera? Banna að ljúga. Ertu búinn að hugsa þetta sjálfur eitthvað? Já, bara núna, ég er að hugsa þetta núna. Banna að ljúga, ósýnilegur. Og þú ert ekki að segja neinu hvað þú gerðir. Ertu þá að tala um eitthvað svona perralegt eitthvað? Ég var að fara bara í styrktur. Ég er ekki að tala um eitt. Ég var sundklefum eitthvað svona á stelpum með eitthvað. Hvað þú gerir? Næ, ég veit ekki. Myndum maður ekki fara að hræða fólk eða eitthvað?
Stríða fólki. Ég veit það, ég hættu þessu. Nei, þetta er bara spurning, þetta er bara hvað gerur, ósýnilegur í þetta. Þetta er bara góð spurning. Já, þetta er eitthvað spurning, ég myndi ekki fara að stela. Ég bara hef ekki í mér að stela. Já, menn að stela ykkur free cash, eða? Já. Nei, ég hef aldrei getað það. Líka skítupenningum, þú ekki að stela cash. Já, einmitt, þýðu. Hvað myndir gera, Blondell? Bara, ég veit ekki, þú ert reynilega búin að hugsa þig, hvað myndir Gilsærin gera? Hvað myndi ég gera? Já. Þetta er enda málið, ég er búin að hugsa það, smá, ég veit ekki hérna. Já. Ég myndi elda Valtýbjörn í sólarhring. Það er svona ángrín, sko. Þannig að ef þú fikk sólarhring ósýnilegur, myndir þú nota allan í að elda Valtýbjörn? Þú getur alveg elda hann þó að sjá þig, Ég veit ekki fara með metir frá honum. En okkur? En þú getur alveg fengið eldan, er þetta ekki félagið? Nei, ég vil sjá hvernig hann lifir deginum. Það er enginn að horfa á hann, enginn að fylgjast með hann. Já, meina þannig. Það er þetta rákvæmst punktur, já. Ég elda núna bara að fara heim til þess, blessaði Valtari. Þetta eldaði hérna, það er ekki í lagi með þig? Mér finnst það bara alveg að nastanlegt og viljið elda hann þegar þú ert ósýnilegur, sko. Bara okkur að vera að elda Valtýbjörn í heilan sólarhring, þó að það sé topp maður. Já, ég meina, hvern er meira skemmtilegt að elda í sólarhring, nágrís? Kannski Fjölnir Þorgeirs, mögulega Fjölnir Þorgeirs. Já, þú myndir jafnvel kannski fljúga eitthvað út og þá reyna að elda eitthvað svona súpustjörnu. Ef þú hefur sólarhring, sem það er að finna hvað það finnar í, það eltar í hönnu eða eitthvað. Flugið er líka rándýrt, já ég veit, dýrt flug. Það er enda ekki út ósýnilegur, þá maður ekki að borga mikið inn í flugvél. Góður punktur Egill, góður punktur. Þú tilliði bara á salefni þar og... Já, það væri reynda þægilegt að vera ósýnilegur í einn sólarhring. Mjög þægilegt. En það sem ég myndi gera... En þú væri... viðkynna njótarum með, myndir þú þetta eitthvað perraskap eða? Hvað, kíkin í sundklefann og hvað eða? Ég veit það ekki. Nei, ég veit það. Veist þú það? Myndir þú gera það? Nei, ég veit það. Myndir ekki tjólið það? Ekkert eitthvað að hlaupa inn í... Nei, það er ógeðslegt. Fara í Laugardalslaugin og hlaupa eitthvað inn og út? Nei. En sko, ég myndi líka að taka á sem ég myndi gera. Ég myndi stríða Valtarna með þess. Það var þannig draugur, eða svona ósynlegur að hann getur heyri í þér. Það sitja bara, eins og, maður tekur Patrick Swayze í Ghost. Það sat hann í stólum í rúmunni hjá... Þetta er náttúrulega Ghost. Það er rosalega mynd. Sat hann í hotninu og hélt henni vöku allar nóttina. Já. Ég tæki það á Valtarna. Já, eins og hann var að gera upp í Goldberg. Já. Ég færi það. Já, bara stríða honum. En hvernig þetta fylgjast með Valtarnum í The Sack? Ég bara veit ekki. Já, það er misjafnt hvað með myndi gera að það væri ósynlegir. Þú ert að segja hvað þú myndir gera, ég er bara að svara. Já, mér finnst þetta alveg fínu hugmyndir. Ég myndi elta Pétur Jóhann í sólarhring. Sjá hvernig hann, ég reyndar hann náttúrulega með konu og börn bara. Það er ekki að selja því að elta Pétur Jóhann, ekki að það er ekki neitt að selja því. Nei, þetta ekki því. Hvað lærir á því? Hvað lærir að elta Valtýbjörn? Ég læri elta Valtýbjörn, sko. Hvað lærir? Ég myndi elta Arna Gunnlaugs. Það er enda góða punktur. Sköllóttin eins og ég og... Eltir ekki Pétur Jóhann, hvað mýgandi og skítandi og étandi allan daginn? Hvað lærir á því? Síðan hvernig breytist Pétur Jóhann í hund hjá þér? Nei, ég fatt ekki. Fatt þetta ekki bara, höður? Nei, þetta er náttúrulega allt astnalegt. Það er astnalegt að elta Valtýbjörn og það er reyndar... Ok, ég myndi elta Arna Gunnlaugs. Já, ég verði að viðurkenna að þú jafnaði með hana. Já. Við ætlum að fara hér í Örstuð skilabóð og svo er það Stuðlagið og fleira. Poppara Golfmót FM 957. Við bjóðum heppum hlustendum FM að spila golf með helstu poppurum landsins í einu glæsilegasta golfmóti sumarsins. Laugardaginn 27. júlí á Hlíðavelli í Mosfellsbæ. Ræst verður af teigum klukkan 12 og spilað með Texas Scramble fyrirkomulagi. Heildarupphæð vinninga er 2 milljónir króna. Þú gætir unnið 150.000 króna gjafabæri frá Kringlunni, snjallsíma frá Vodafone, Elgo rafmagnshjól frá Suzuki umbóðinu, kassa af eigin skull ásamt fullt af öðrum frábærum vinningum. Ef þú ferð hóli í höggið, þá færð þú afnátt af glæsilegum Fiat 500 frá diesel.is. Allar helstu upplýsingar og skráning á heimasíðu FM 957. Taktu þátt í gulltappaleik Pepsi og Pepsi Max. Safnaði 6 gulltöppum. Draumavelunin eru ofurþund 55 tómu Samsung Smart 3D sjónvarp og 7 tómu spjaldtölu frá Samsung-setrinu. Yfir 1000 aðri vinningar í boði. Gulltappaleikur Pepsi og Pepsi Max. Kiwi Lime Sorbet Ís. Jójó. Þeir sem eru skráði til leiks í áskorundarleik Orkunar auka líkur sínar á því að komast í vítaspyrnukeppnina gegn David James með því að kaupa eldsneyti hjá Orkunni eða Shell með kortum og lyklum Orkunar og staðgreiðslukorti Skeljungs hvar sem er á landinu í júlí og ágúst. Orkan. Ertu í ræktinni? Við erum hluti af heilsuátakinu þínu. Serrano, sennilega hottasti skyndibitinn í bænum. Orðin leið á sömu gömlu tuggunni. Prófaðu Mentos tyggjó og upplifðu fjörið.
Við kynnum kaupauka krónunar með hverri kippu af kók 2 lítra 4-pakka eða kók ferðafélaga fylgir gómsætur stór góða pilsupakki saman á aðeins 998 krónur. Aðeins á meðan birgðir endast. Krónan fyrst og fremst ódýr. Mýrarboltinn verslunarmannahelgina á Ísafirði. Ekki bara drullusvað. Múkisson, Jónas Sig, Sníklabandið, Retro Steffsson og fleiri. Glæsileg tónlistardagskrá á Ísafirði alla verslunarmannahelgina. Nánar upplýsingar á mýrarbolti.is. Drullaðu þér vestur. Elisabeth Alexandra eða Margrét Þórhildur. Luxusvandamál. Upplifðu Wow-moment í London eða Köpen í haust frá aðeins 12.900. Bókaðu núna á wow.is. Wow er. Eldhúsið er opið til 12 í kvöld. Vegamót. Komdu konunni þinni á óvart með alvöru dekurpakka. Indiana.is. Warner Brothers kynna. This is not gonna stop. Pacific Rim. If you want to stop them, you have to understand them. Or we could just blow into pieces. Stærsta sumarmyndin í ár. 2,500 tons of awesome. Stút full af tæknifröllum og hasar. Pacific Rim komin í bíó. Laugardagar eru lottódagar. Leifðu þér smá lottó. Túborg léttu öl kynnir. Uppbytun fyrir þjóðhátíð. Sport. Laugardagskvöld. 50% afsláttur í púl til klukkan 8. Biljardbarinn Faxafinni. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er blátt hrísskúlunissa? Temdu apar hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. 2 harðir í FM 95 Blö. Lottið er mettað reikun á fílu. Aumingja rifnir í fetta rándýrum. Hangið með fáveitum eða frávikum. Skál fyrir þeir sem að drápu sig fyrir og þeir veiku verða veikari. Enginn hefur orku eða vilja til að breyta því. Aldrei komnin hetinn, allir virðast vera leitandi. Heimilið mitt brennur og ég Vel, er að hlusta hér á 2 harða á FM 95 Blö. Það voru gott tempo okkur félagunum í dag, það var 80 mínútur eftir. Já, þetta er fljótt að líða. Eina sem er leiðilt fyrir hérna Ég var búin að sakna fólki úti. Fólki úti, sem eru bestu hlustundur í heimi. Ég hef alltaf sagt það, við verðum að segja það. Við höfum bestu hlustundur í heimi. Þannig að ég var að segja, aumingja þeir býða alltaf mánudagur undir blöð eftir aftur inn. Það byrjar á föstudegi, það eru byrjað á mánudegi, þá fólk fengi bara blöð bara alla vikuna? Já, ég held að sé enginn að kvarta því að komin helgi og svona. Ég held að setja voða annað með það. Íslenska landsliðið keppa í Svíþjóð á sunnudaginn og nógum að vera. Er það á sunn? Já, það er á sunn. Og það er sko að missa enginn af því. Búin að pökkum sér svíin saman. Já, sem eru búin að stimpla þetta inn sem sigur, 100%. Já, það er bara kokki Svíjar. Þú bjóst það bara. Ég veit að það eru nískir og leiðilegir. Þetta er þreyttar að landa Svíþjóð. Já, Danmörk. Það er góða punktur. Það getur við ekki hana. Allir að tala þessu svo líklega, það er bara ekki þannig. Það er bara ekki svo leiðis. Nei. En hörðu, nú er komið að keyra þetta eins upp. Já, er stuðlag? Ég er með stuðlag núna. Ok. Já, ég meina sko, ef þú ert að fara að halda húkaraball, þá, hvað, þú nær 2 stuðlugum, það er núna og næsta föstudag, svo er bara komið í Vestló. Fattar þau? Já, þetta er næst síðasti þáttu fyrir húkaraballið. Já. Og síðan ætla eru í beinni frá Eyjum, daginn eftir húkaraballið. Þá ertu búin að halda ballið þitt. Ég geti verið vel þreyttur þá, eftir að gegga hann á kvöldið öður. Getur verið vel þreyttur? Já, hvað, í þumlinu með það? Getur þetta einn Red Bull. Það tekur á að gegga hann. Egil, þátturinn er klukkan 4 á föstudeginum og þú ert ít á play. Dreftu mig ekki. Ég þarf að skipta í þess að... Ákveð færðu ekki bara Rikka G til ít á play fyrir þið, þá getur þú mætt alveg hel. Þeir kannski gera það bara? Rikki G, ít á play. Right now! Þú ert ekki þreyttur eftir þetta gig. Ég bara segja kannski mögulega, þá fæ ég með Red Bull bara. En, stuðlag, settu hérna push it. Já, ok, það sem ég ætla að segja núna. Ég held að það hef ekkert farið fram hjá neinum að ég er ekkert stærsti aðdáðandi DJ Muscleboy. Nei, þú hatar hann. Nei, ég hata hann ekki. Ég er búinn að segja oft í þessum þætti og við erum að venja okkur það. Hatur er rosalega ljótt orð. Ég sammála, ég hata engan. Veistu hvað ég hata? Engan. Fallegt. No man. No woman. Engan. Nei, maður á ekki að hata. Ég hata engan. Nei, gott hjá þér, út frábær. Takk. Hérna, en tónlistin sem DJ Muscleboy spilar er frábær. Er bara ekki alveg up my alley. Nei, þú ert öðmjölega fokkin tónlistamökk.
Afsakið með French. Af hverju þetta núna? Sorry, ok, ég ætla ekki að segja þetta. Ég var bara reiður allt í hennu. Áfram. Nei, sorry. Ertu að taka einhver skrítin vítaminn í ræktinu? Hvað er með skapið þitt? Afsakið, áfram bara. Afsakið. Þannig að núna segjum að ég bara blöðpúp er hérna saklaus. The poop, þú mætti að kalla það blöðpúp. Já, þú mátt ekki kalla mig, ég má kalla mig það sem ég vil, þetta er ég. Og eru að hugsa, ætti maður að kíkja okkar að balli. Spilaði núna í dag og næsta 5. lög það nú getur náð öllum. Já, næsta 1. Það nú getur náð öllum. Já. Fattur þú, komdu með eitthvað gott stuðlag. Þú er fárlega góð. Já, þannig að þú veist, til að ná allir í fjórinni. You're on, Blondell. Ekki eitthvað 6 Gate to Hell eða eitthvað svona. D-Devils minnur. Já. Ok, setja ekki aftur á. En ennuru, Blondell, a push the button. Já, er alltaf trailer. Það er alltaf trailer, þetta, fyrir dagskólið. Are you ready? Is everybody on the floor? Are you ready, Iceland? We put some energy. Are you ready, Iceland? It is time. 1 year ago, he was not a DJ. Today he is the most respected DJ of all time. Are you guys ready for Stuðlagið? Oh my God, is that DJ Muscle Boy? Oh my God, girls, hey, it's DJ Muscle Boy. DJ Muscle Boy. Ready or not, here is DJ Muscle Boy. Þú ert ekki rosalega góður að leika kvennmanniðil. Hvað mennur? Oh my God, it's DJ Muscle Boy. Ég sagði það ekki, sko. Þetta voru náttúrulega bara einhverja stelpur á einhverju balli. Tekið bara upp. Það heldur að fólk sé. Hérna, ok, hvað erum við að tala um í dag? Við erum að tala um veislu, Blondell. Já. Og hérna... Veislur getur verið mjög skoðar. Við erum að fara í belgan. Belga, já, og átt misgólu með belgum. Ég elska Belgíu. Já. Gutti náttúrulega að spila í Belgíu, sterkja bruggi. Já, þeir sem segja að Belgía sé ruslakista Evrópu, bara hálfvitar. Afsakið franskunum mína. En Belgía er ekki ruslakista Evrópu. Þú ert volust, stökur. Nei, því þaðan koma frábærir DJ-ar. Já, ok. Meðal annars hljómsveit sem heitir Lasco. Að skrifa það. Það er Let's Go. Let's Go? Já. Ég er ekki lagi með því. Hvað það er Let's Go? L-A-S-G-O. Lasco. Let's Go. Ég held að það setja Let's Go. Það er lélegasta nafn sem ég heirt á DJ-grúpi Let's Go. Let's Go. Ég kan lofa því, það var aldrei spilað lag eins og þetta. Let's Go. Er það something að... Það er nákvæmlega hárrétt þér. Ok, það er svona eina lagi sem það eiga sinni. Nei, það er frábær lög. Nefndu mér hana. Ekki orða töluna. Real Life, Far Away, Small Things, Smile, TBA. Ok, Let's Go Something. Og þetta er gott. Ertu að reyna... Á ég eftir að fíla þetta? Ég geti trúið því og það er sungið í þessu. Strax gott. Strax gott að sé sungið í laginu. Það er ekki sungið öllum, það er sungið þessu. Ok. Og ég setja það brá eða? Ítti bara play, slakað á, hallaði á þetta. Þetta frá fyrstu mínútu og ég geti að fara inn í lagið eða eitthvað. Nei, ekki vinni neitt sko. Ítti bara play. Muscle Boy geggar einungis með frábær gæði. Já, sjálfsög. Það er sjálfsög. En verður þetta lag spilað í eigum eða? Það er 100%. Ok, það er bra. Þetta er fínasta lag. Lagið er ágætt en þetta er ekki dýrasta myndband sem ég sé. Ég myndi treysta mér að gera flottara myndband með gemsanum mín. Það getur öll að yfir Lasco, ég tala hvað að gera. Já, ég rosaði það, þetta er fínt lag. Þetta er besti partur núna. Við erum að sé það í augunum mínum að það er eitthvað sem ég langar að segja þér. Já, mjög. Þá segja þetta við auðun, sérst fóðu það seti? Já, fóðu það seti. Þetta var Lasco með Something, stuðlag Gilsarans. Þetta er eitthvað sem bara lögum sem klikkar ekki. Já, þetta var eitthvað ágætis lag, en það er eiginlega bara komið að lokum hér hjá okkur strákunum þennan föstu daginn. Búið? Hún er að vera, já, það er eitthvað, ég set á frábært lag hérna eftir smá stund. Og kveðjum á því, en... Búið dag okkur félagum? Já, styttist í endalógin. Búin að vera nefnir sem 4 fyrsti þátturinn eftir sumafrí. Við Bjössi verðum mættir hér á mánudaginn, ég og Björn Bragi, og við félagarnir næsta föstudag? Hárrétt, það er bara, þetta verður allt mjög eðlilegt. Það er ekki bara. Já, hvernig er helgin hjá Muscle Boy? Eitthvað gigg í gangi? Nei. Á ekki að tróðfylla staðaskála? Nei, þetta taka góða gigg-pásu. Fram að þjóðhátíð. Erstu búin að vera í gigg-vímu eins og kallaða? Ég fór í gigg-vímu til Hvítá þessum daginn. Ég giggaði þið mig þar. Það finnst skiptið, ég giggiði mig. Ég verði að viðurkenna. Var rosalega gigg-víma daginn eftir. Það er sennilega eitthvað asnalegt það sem þú sagt við mig. Þegar við fórum í flugvélina á Akureyri eftir að varst búin að spila hérna í Sjallanum. Þú sagðist ennþá verið í gigg-vímu. Ég var í gigg-vímu. 33 ára gamall. En ég giggaði þið mig á Hvításinu. Hvernig giggaði maður yfir sig? Ég bara kerði mjög mikið í gang. Giggaði þið mig. Hvað, þá í tónlistinu? Það spilaði svona hátt eða? Nei. Ertu að drekka með þessu?
Ég fæ mér stundum í glas, já. Eitt og eitt glas bara. Já, þú mennar að gigga yfir hvað... Ég er ekki ofurölvið, sko. Ég bara giggaði yfir mig bara... Og mikil stemming? Allt og mikil stemming, sko. Það er bara ómikil, sko. Passa að gigga yfir? Ég mikla gigga yfir mig í eigum, sko. Hvað er það Blondell að gera svona? Sko eina sem ég lagt til helgina er á landsleikinu á sundaginn. Þetta var heldur voða róleg helgi. Ég er náttúrulega komin í léttin, ég missa leiknum að Vopnafirði því miður, það er ömurlegt. Þeir fóru í dag. Þeir eru farnir. Þeir eru farnir, já. Þú ert hér? Já, þeir gist það í nótt. En ætlar eitthvað henda eitthvað blackjack eða shoot some crabs eða eitthvað, fá þér glas eða hvað ætlar að gera? Hvar á ég að henda mér í crabs? Það er ekki á Íslandi það? Nei, þetta er ólöglegt á Íslandi. Nei, það er hvorki, ég ætla hvorki á mér glas niður að henda mér í Hebs and Crabs. Ég ætla að hafa það mjög rólegt og hafa það gósi. Takk hérlega fyrir hlustun í dag. Minnum á landsleikinn á sunnudaginn, allir að horfa á stelpunar okkar. Hveiti stelpunar. Já, það þurfa að vinna þess að svíja. Hafa það gott, kæru hlustundir. Takk fyrir hlustun í dag. Gaman að vera komin aftur. Egil, takk fyrir daginn. Gaman að vera fá þig aftur, Blondell. Já, gaman að vera komin. Heyrumst á mánudaginn. Við ætlum að enda þetta á lagi sem er alltaf flott. Þetta minnir mig á ameríska drauminn. Þegar við Egill ferðumst einmitt alla Ameríku. Þá var þetta vinsælasta lagi í Bandaríkjunum. Heyrumst á mán. Just gonna stand there and hear me cry. Well, that's alright because I love the way you lie. I love the way you lie. Það er bara einn mann og þá erum við komin með lið í drullustuðið. Þetta kallar á Carlsberg. Léttöl. Skráðu þig á mýrarbolti.com. Pönnupítsan á Dominos er handgerð af ást og umhyggju. Og þú átt eftir að elska hana. Pantaðu með appinu á dominos.is eða í síma 58-14345. Með þolinmæðina að vopni getur maður orðið bestur í heimi. Egils gull, okkar bjór, Léttöl. Út að leika í Intersport. 20% afsláttur á gönguskóm, bakpokum, svepppokum og öðru útilegudóti. Intersport. Alvöru sport. 25% afsláttur af Sæmax fæðubótavörum í júli. Rými fyrir nýju útliti, Sæmax, Kópavogi, Reykjanesbæ og Akureyri. Mýrarboltinn verslunarmannahelgina á Ísafirði. Ekki bara drullusvað. Múkisson, Jónas Sig, Sníklabandið, Retro Steffson og fleiri. Glæsileg tónlistardagskrá á Ísafirði alla verslunarmannahelgina. Nánar upplýsingar á mýrarbolti.is. Drullaðu þér vestur. 2 fyrir 1 af Carlsberg á krana alla daga á milli 16 og 20. Hóm, Austurstræti 12. Vissu þið að smálum kredi Sendu bara SMS í 1919 og við leggjum inn hjá þér. Krediar, einföld þjónusta. Listasmiður, tónleikar, sýningar, stand-up og endalaus listgleði og hamingja á Lunga 14. til 21. júli. Nánar á lunga.is. Já, það er sko pottþétt. Jafn pottþétt og að sólin kemur upp. Kannski ekki gott dæmi. Það er sko jafn pottþétt og það er stutt í næstu N1 stöð. N1, meira í leiðinni allt land. Ert þú í fjölskyldualbúmi Prins Bólo? Prins Bólo, hluti af fjölskyldunni. 3 fyrir 1 af völdum drikkjum á föstudagskvöld milli 12 og 1 í boði Carlsberg. Hóm, Austurstræti 12. Nú er fréttablaðið komið í spjaldtölvuna og snjallsímann þinn. Appið er aðgengilegt, einfalt og ókeypis í App Store, Google Play og Windows Store. Fréttablaðið, app sem þú þarft. Ekki bara gott fyrir tennurnar, heldur líka gott á bragðið. Mentos tyggjó. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Hversu gott er brúnt karamellu Nissa? Húðflúraði flóðhest hvaða er gott. Nissa, litríkt á bragðið.